Gott kvöld, velkomin í Fokkfréttir. Ríkisstjórnin ákvað í dag að leggja niður allar ráðgjafanefndir og treysta þess í stað á Facebook groups. Forsætisráðherra segir þetta gert í sparnaðarskyni og hefur nú þegar lagt nokkur mál fyrir í fjármálatips og lögfræðinördar. Að hennar sögn eru ýmis mál í undirbúningi fyrir brask og brall en tilstandi að færa félagsmálaráðuneytið eins og það leggi sig alfarið í hendur gefins allt gefins. Mannfræði prófessor segir að íslenskt samfélag hafi nú skipt sér í tvo hópa. Annars vegar fólk sem lætur sig varða hvernig öðrum líður og hins vegar fólk sem gerir það ekki en vill ekki vera gagnrýnt fyrir það. Samkvæmt prófessornum kallar hópurinn þetta ekki ilsku heldur samfélagslega nýsköpun. En að upplífgandi fréttum, bifhjólasamtökin Hells Angels hafa ákveðið að taka höndum saman við Reykjavíkurborg og halda pylsuveislu í Þjómskálagarðinum næsta laugardag. Viðburðurinn er opinn öllum sem vilja kynna sér starfsemina gegn hóflegu verndargjaldi. Hoppukastalar fyrir börnin verða á svæðinu og blöðrulistafólk býr til litrík búr fyrir skuldara. Og þá að veðri en Veðurstofan hefur gefið út rauða veðurviðvörun og hvetur almenning til að gæta varúðar vegna flóðs af athugasemdum frá fólki sem segir þetta ekki vera neitt miðað við óveðrið árið 1991 þegar bíll fauk í Engihjallanum. Þetta voru Fokkfréttir kvöldsins, munið að þótt veðrið sé vont er framtíðin verri.